gestir, geggjað spjall, hér í sófanum. Já, góðan daginn. Daginn. Ég heiti Jakob Frímann Þorsteinsson og kennari við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í námsbraut sem heitir Tómstund og félagsmálafræði. Já, komið sæl. Ég heiti Eygló Rúnarsdóttir og ég líka kennari í tómstund og félagsmálafræði við Háskóla Íslands á Menntavísindasviði. Gaman að vera komin inn í sófa. Já, þetta áhugaverður sófi, svona eiginlega stólasófi. Já, þetta ekki svona COVID-vænt sófi? Já, þetta COVID, þetta yndislegt og gott að vera með þér hér, Eygló. En Sömuleiðis. mér langar að byrja að spyrja þig, af hverju byrjaði þú í þessum bransa? Hvað kom til? Það eiginlega svona ótrúleg tilviljun og stundum það þannig að þegar það svona skellt framan í mann einum dyrum að það opnast aðrar og það var þannig að fyrir klíkuskap var ég svikin sumarvinnuna mína og svona, ég ætla ekki að segja hvar það var en þá fæ ég boðum það vanti bílstjóra á bíl sem var sérstaklega ætlaður til að rúnta svona með fatafólk á leikjarnámskeiðum í Árseli, félagsmiðstöðinni vann þar heilt sumar og svo bara bauðst mér að vinna í félagsmiðstöðinni Fellahelli þá veturinn með skólanum. Ég var í kennarnámi, ætlaði að vera grunnskólakennari ég kenndi svo bara 1 ár því ég bara, þessi geiri hann hel tók mig. En þú, af hverju lentir þú inn í þessum geira? Vinur minn var að vinna í Árseli, hann Atli Steinn og hann fannst þetta skemmtilegt og árið eftir sagði hann, það að opnast staða í Árseli að starfa í sumarnámskeið fyrir fallaða og þetta var bara frábært, maður var úti þegar það var gott veður og inni þegar það var leiðist veður. Ég var búin að vera í alls konar sumarvinnu, byggingavinnu og svona, þetta hljómaði mjög vel en svo bara tók þetta mig og ég á svona ennþá tilfinningu bara þegar að vera að vinna á sumarnámskeiðum. Ég yngstur í minni fjölskyldu en ég á ekki alast upp í yngar sískinni en mér þótti þetta eitthvað svo magna að vera að starfa með börnum og setjast í hring á upphafi dags og ræða hvað ætlum að gera í dag og þau höfðu áhuga og það var mikið leikgleði, mér finnst alltaf gaman að leika mér og þetta einhvern veginn alveg mér finnst það bara frábær einhvern veginn tilfinning að starfa með börnum og ungu fólki og þetta var 88 og svo í framhaldi því fór ég í kennaranám því það var ekki nám í tómstundum á Íslandi þá. Nei, einmitt. Það var skásti kosturinn að fara í kennum. Akkurat. Og svo var ég þar. Og kafi félagsmálum í kennum líka. Já, einmitt. Þannig að bæði erum við með kennarabakgrunn. Þú byrjar að vinna í geiranum og fer svo í kennarnámi, ég byrja í kennarnámi og fer svo inn á þennan mark. Þetta áhugavert. Áhugavert, svona ein góð saga, tengt þessu. Mér bauðst þess að 2 vinnur þegar ég kláraði Árseli. Annars vegar var það hjá Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar af því að þeim fannst ég svo góð bílstjóri og hugsaði svo vel bílinn. Þannig að hann bauð mér vinnu við að keyra á næturnar helgar miðbæinn og vera svona hreinsibílum. En ég valdi að fara frekar í Fellahelli. Af því mér fannst það svona aðeins meira að vera með svona ungu fólki. Og þetta eftir kennaranámið? Já, þetta var svona með námina því ég var að klára þarna á sínu tíma. En talandi aðeins námið einmitt, af því að þú ef að tómstund og félagsmálafræði hefði verið í boði á þessum tíma þegar þú varst að velja nám, hefðirðu valið það frekar heldur en kennaranámið? Ég er ekki endilega viss. Ég held að það sem maður kannski ofta að glíma við þegar maður er kringum 20. Hvað er praktískt? Hvað er svona öruggast? Og ég held að ég hef verið off safe þegar ég var að bæða velja mér nám í framhaldsskóla. Mér langar rosalega að fara í lýðskóla eða fara eitthvað erlendis í skiptinám, en nei, það passaði ekki, ég var ekki alveg tilbúin og svona. Þannig að ég sumuleyti held ég og ég held að það sé kannski bara sem að maður, allan ég hef katt á sem ég hef vunnið með og börnum mínum að herðu, nei bara eldu hjarta þetta
og ég held líka að starfsvettvangur í dag sé eitthvað leiti öðruvísið hvað þetta varðar að við erum að kalla eftir fjölbreyttu starfsfólki inn í skóla og frístundastarf og starf með alls konar aldurshópum. Þannig ég held að það sé alveg jafn mikið starfsöryggi því í dag að vera tómst- og félagsmálafræðingur eins og grunnskólakennari. En hann aftur móti meira svona fluid. Akkurat, og kannski er líka bara þessi svona þverfaglega hugsun einhvern veginn að ryðja sem meira til rúms núna. Já, ég held að, já. Svo finnst mér líka að því við erum að spjalla öðru þræðum námið okkar, og þetta er ekki okkar námið sem við störfum við, það er svo mikilvægt að við séum með fjölbreyttan hóp sem kemur inn í námið. Að eitt er það að þú hefur kennara og námskrá og ferðin í kennslustofu og eitthvað svona, en nemendur eru kannski mikilvægastu kennararnir. Að kenna hvort öðru, þau eru að vinna saman, þau eru að takast á ákveðna hluti, það kemur ólík reynsla inn, og þessum held ég sé mikilvægt að við séum með ólíkan aldurshóp og við séum með fólk í það landinu og öll kynin komið til leiks og allt þetta sem að ég held að skiptir svo miklu máli. En nú, þú byrjaðir að kenna í tónlist- og félagsmálafræði undan mér. Segðu mér aðeins frá svona upphafi námsins. Varst þú alveg með frá byrjun? Nei, þegar ég vann hjá ITR, eftir ég var búin að vinna í félagsmiðstöð öll mörg ár í hinu húsinu og var búin að vera að vinna atvinnumál ungsfólks, og þar fókusaði við mikið á svona þjálfun ungsfólks sem þá var að glíma við atvinnuleysi, að við vorum að taka í gegn fræðslumálun hjá ITR og við vorum að vinna þar í nefnsi Menn og fræ, og það var mikið baráttumál að það myndi verið komið á fót námi á háskólastigi fyrir okkar faghóp, sambarlegt og var út í Skandinavíu, frítispedagóg, frítisleder, sósíalpedagóg, eitthvað slíkt. Og að því að var svona, tókar hann mér að vera svona í fórustu í þessari vinnu og var í hálfu starfi við það, að búa til námski fyrir starfsfólk í félagsmiðstöðum og sundstöðum og íþróttahúsum og svona. Þá fór ég í samtal við Kennó og við fengum eitthvað svona sumanámskiðinn og eitthvað dittin og dattinn, en við vorum ekki ánægð með það. Þannig að eftir svona ákveðin aðdraganda þá var ákveð að fara á stað með nám 2001, og það var Helgi Grímsson sem skrifaði fyrstu svona kennsluskrána, námskeiðslýsingarnar, og þá var þetta diplómanám 90 einingar, hálft háskólanám. Og svo var til þess að Helgi gæti ekki tekið á verkefni að keyra námið eða koma því á stað, og þá var haft samband við konu sem ég þekki vel, þetta Vanda Sigurgeirsdóttir, og við byggum þá á Sauðárkróki og þetta var fjarnám, þannig að hún sinnti því. Svo kem ég inn 2004 að kenna eitt námskeið, útivist 1 og útivist 2, og en ég er mjög stoltur af því að hafa átt hluti því að koma náminu á, og svo kem ég svo svona með fullu kraft inn í þetta 2010. En svona örstuttur söguna, þess 2001 byrjaði þetta, þannig að það námið er 20 ára á þessu ári, þannig að það er stóramæli. Það er afmælisár. Þannig að við ætlum að blása í alls konar hátíðir á þessu ári. 2005 útskrifuðust fyrstu nemendurnir, þannig að nemendurnir sem byrjuðu köllu á það að það yrði námið þróað í fulla BA-gráðu, og það var bara gert þetta með vinnu í fjarnámi, þannig að 2005 útskrifust 3 nemendur, og og svo þróast þetta áfram, og 2008 var sameinaðar í Kennaraháskólanum, Háskóla Íslands, og gerði einhverjar breytingar á náminu. 2009 var þetta staðnám, og það breyttist, það hafði mjög mikil áhrif. Það var og það var bara mjög flott að það gerðist, og þannig að gott unna svona markvissari með hópin og svona. Já, og svo fórum við að byggja upp á meistarnám við þetta leyti. Akkurat. Og það er eitthvað sem var að sprengi í síðastlega haust. Við erum með, er það ekki? Jú, bara fjölgaði ótrúlega í meistaranáminu. Og hvernig þú lýsir,
áður en við kannski pælum að sé hverju áherslur í náminu okkar grunnnáminu, hvernig með meistaranámi, hvernig er það í dag? Sko meistaranámi það eru 2 línur. Það sem sagt annars vegar það sem heitir sko stjórnun og þróunarstarf og svo það sem sagt samskipt og forvarnir. Þannig að stjórnun og þróunarstarf frekar hugsa fyrir þessa sem ætla að vilja svona fara í svona rannsóknarmiðara, þróun á æskulýðsvettvanginum og líka bara ætla sér að verða sko leiðtogar og stjórnendur. Samskipt og forvarnir svona frekar hugsa fyrir þá sem vilja bara verða ennþá betri og svona þróa sig á vettvangnum í að verða mjög góðir, kannski ekki endilega leiðtogar sem stjórnendur, heldur bara leiðtogar í verkefnum og leiða svona samskipta og forvarna þróunar svona þann vettvang svolítið. En það sem líka, finnst mér skemmtilegt og hefur held ég líka verið mjög farsælt að við bjóðum upp á þessar 2 diplómulínur. Það eru svona viðbóta diplómur á meistarastigi. Það fólk sem hefur klárað grunnnám, jafnvel ekki endilega í tómstund og félagsmálafræði, heldur annað svona bakkalár grunnnám, getur bætt við sig svona 60 einingum. Þannig að þú þarft ekki að taka alltaf fullt nám. Og maður finnur að margir hafa svona valið þálið fyrst, klára þessar 60 einingar, annars verið í stjórnun og þróunarstarf eða samskipta og forvarnir. Og svo þegar það eru komin þessar 60 einingar, þá eru bara 60 einingar eftir, þannig þá klára sumir það, en sumir klára líka bara viðbóta diplómuna sína og bara láta gott heiti í bili. Svo má maður auðvitað alltaf koma aftur. Alltaf gaman að sjá nemendur aftur. Og ég held líka eitt í þessu sem að þú nefnir þetta með áherslunar í samskipt og forvarnir, þar eitt af þessu sviði sem við höfum þróa sterkt hjá okkur, það að vinna til þess með eineltismál og bæði forvarnir og inngrip og svo vinna úr þeim og það og þannig að við höfum líka verið að fá inn til okkur nemendur sem eru jafnvel með meistaragráðu en vilja bara bæta við sig, ég vil vera betri að vinna með þessi flóknu málefni og ég bara tek diplómanámi til þess. Akkurat. Þannig að og ég held að það sé líka eitt einkenni hjá náminu okkur, það er þverfaglegt og hvað þýðir það? Ef ég spurði, við hendum oft svona ykkur orðum fram, hvaða merkingu hefur það að eitthvað sé þverfaglegt? Sko ég held að þverfaglegt sé notað mjög ólíkt en það sem við sko byggjum okkar nám á sem þessu þverfaglega hugtaki að þá erum við að hugsa sko, við erum annars vegar með að tóa inn svona sálfræði línur, við erum líka að taka inn svona félagsfræði en líka margt sem tengist bara náms- og kennslufræði. Þessi óformlegi og eða hálfformlegi menntavettvangur svolítið viðfangsefni okkar nemenda og þar í rauninni tengist þetta allt saman og kannski áhugavert hvernig við erum að hugsa líka grunnnámið að núna fyrir næstu kennsluskrá að þá bætast inn sem valgreinar sem að okkar nemendur hafa tök á að taka sko táknmálsfræði, svona 2 svona 5 eininga áfangar eða námskeið í táknmálsfræði. Þannig að þú getur útskrifað sem tónlist- og félagsmálafræðingur í BA en búin að sérhæfa það aðeins. Og þetta hefur verið svona held ég svona bæði aðalsmerki okkar. Við höfum verið opin fyrir því að fólk taki svona ólíka nálgun innan tónlist- og félagsmálafræðinar. Og þar held ég að skipti líka máli að í grunnnáminu þá bjóðum við upp á annars vegar að fólk klári þessa fullu 180 einingar BA-próf í tónlist- og félagsmálafræði og þá einhver svona valeiningar sem að fylgja þar. En það líka hægt að taka tónlist- og félagsmálafræðina sem 120 einingar, sem aðalgrein og þá getur við bætt við annari aukagrein með 60 einingum. Og þar hafa okkar nemendur í gegnum tíðina verið að fara mjög svona áhugaverða leiðir. Til dæmis að taka kynjafræði með eða jafnvel viðskiptafræði sem 60 einingar eða sumir hafa verið að taka svona kennaralínuna, 60 einingar þar úr kennarafræðanum. Þannig að fólk svona hugsar svona í þessu þverfaglega hugsun oft komin strax bara leið og fólk velur sér þennan vettvang til náms. En hvernig hugsar, þegar við hugsum þverfaglegt, hvernig hugsar þú það í náminu okkar? Já, mörguleiti mér svipa og þú nefnir ég held að sumuleiti við grípum þetta orð líka því við vitum hvað starffræði á íslenska, landfræði og jarðfræði og eitthvað svona og læknisfræði og guðfræði þetta einhvern veginn svona en maðurinn flokkaði þekkinguna í þetta það eru mannanna verk að búa til þessa kassa
svo verða til alls konar nýstörf á 20. öldinni, það var til arkitektúr og skipulagsfræði og alls konar bara, og kennara og tónstundafræði og þá sem okkur, hvar sækja þessar greinar, þetta sjálfstæðar greinar bara eins og íslenska sjálfstæð grein eitthvað, eða þetta greinar sem sækja draga inn þekkingu í það, ég held að það séu bæði. Já. Ég held að það að vinna með tómstundir fólks, það er menntunarþráður í því og það er svona félagslegu þáttur í því, er að efla fólk sem einstaklinga og hóp og tengja samfélag saman, við erum að okkur veist rosa mikið að allir tilheyri, að þeir sem eru á jaðrinum, þeir fá rödd og við séum málsvarar þeirra og allt þetta, en svo er þetta líka bara fagsvið sem slíkt, sem aðrar faggreinar þurfa að toga einsins til sín og ég held að það sé núna í vaxandi mæli á næstu ári sem við munum sjá það, aðra greinar eins og við tósum inn félagsfræði eða sálfræði, þá fara aðra greinar að fara að segja, við þurfum að setja tómstundafræðina inn til okkar inn í alls konar greinar og ég nefni eitt dæmi. Nú erum við að glíma við heimsfaraldur og við erum að glíma við mikið svona, hvað maður segja, atvinnuleysi víða á landinu og til þess mjög mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum. Hvað er mikilvægast fyrir þá sem eru að glíma við atvinnuleysi? Annars verður þeir hafa tekjur, þau geta brauðfætt sér og sínum og þeir hafa hlutverk og þeir tilheyra samfélaginu. Þeir finna til ábyrgðar og þeir séu virk. Ein leið til þess er að fara í vinnu, önnur leið til þess er að tilheyra og vera virkur, er að vera í gefandi og viðtæku tómstundastarfi. Þannig að við getum sagt að aðgeri stjórnvalda gætu allt eins verið, við ætlum bara að virkja þennan hóp, vinna mun koma, þegar til þess ferðamenn fara að koma, en að þangað til ætlum við að nota tómstundafræðina til að gefa auka lífshamingju þessa fólks. Og ég held að þessi alveg jafn og í núverandi stöðu mikið væra hlutverk heldur en að búa til vinnu. Þannig að en nú erum við aðeins komin kannski út fyrir efnið. Það gerist nú oftar að við setjumst á þetta spjalli, en mér langar að færum okkur aftur að náminu, af því ég held að þetta sé ótrúlega, þetta er svona gott intro inn í hvað einkennir innan hóp, hvað finnst þér til dæmis skemmtilegast við að vera kennari í tónlist- og félagsmálafræðinni? Já, mér finnst eiginlega skemmtilegast að vera nemandi. Já. Og ég held að mér finnst ég ekki til að síður að læra þegar ég er að kenna. Og mér finnst skemmtilegt að eiga svona félagsleg samskipti við nemendur. Sumuleyti finnst mér þetta, þó ég mér finnst margt sem við höfum lært á því að vinna með fjarkennslu, þá er sumt að þessu sem mér finnst dálítið erfitt fyrir mig. Og þannig að samtalið, ég er mikla trú á því sem leið til þess að læra fyrir sjálf mig. Mér finnst mikilvægt að ég sé kennari að maður sé að gera mikla kröfur til nemanda því að það mun skila sér til þess til þeirra barn eða ungsfólks aldraða þann hóp sem að fagfólki fer svo að vinna með í framtíðinu. Þannig mér finnst þetta samblanda að vera svona eitthvað skonar jafningi, að læra saman og svo að ytta það að við erum að gera mikla kröfutíðin og þannig að það er kannski svo kannski veist eitt af mínu sérsviðum er útimenntun og ég alveg viðurkenni það, mér finnst bara dálítið magna að vera úti og og læra með því fólki sem er með mér og af því og af umhverfinu og einhver leyti að setja aðra í hlutverki að hvetja okkur til náms og ég held að náttúrun hafi sér rosa góður samkennari og umhverfið og líka við erum til dæmis í næsta tíma í tónstafræðuleiðtogin að fá Viktor, framkvæmdastjóra Samfélags, að deila sinni reynslu af því að vera leiðtogi og leiða alls konar verkefni og þá er ég fyrst og fremst bara eins og
eins og bara góður húsförur við setjum græðinur í gang og við bjóðum til leiks og við spyrjum og pælum og nefnendur læra af reynslu miklu leiðtoga. Þannig þá ertu svona facilitator eða lóðs? Já, við erum að lóðsa þessara umræðu og hérna en eitt kannski það forvitni. Ég held að það sé mikilvægasta veganesti fyrir mig sem kennara og líka fyrir nefnendur sem eru að læra. En við þig, akkur fílar þú þetta jobb? Sko ég bara fór náttúrulega í kennaranám á sínum tíma af því að mér finnst ótrúlega gaman að vera innan fólk og hérna það sem eiginlega svona skemmtilegast finnst mér við bæði, það skemmtilegt samfélag á menntavísindasviði, mjög ólíkir svona svona kennarar eða þeir sem í þessum það sem að kallast akademíski starfsmenn og og líka stjórnsýslu fólki, það ótrúlega svona skemmtilegur hópur en ekki síður finnst mér nemendahópurinn okkar ótrúlega sko skemmtilegur og mér finnst þetta svo merkilt á hverju ári tökum við á móti nýjum nemendahóp og það alltaf, en frábær viðbóta við þetta námssamfélag sem við höfum viljað skapa og mér finnst núna svona, því ég hef ekki verið jafn lengi og þú, sem sagt svona alveg í fullu starfi í þessu en bara þegar ég kom inn sem stundakennari fyrst svona á meðan ég var að vinna hjá Reykjavíkurborg þá kom ég sem stundakennari og það kitlaði mig alltaf að koma og gera meira ég sagði, er ekki hægt að hringja mig aftur af því að var einhvern veginn það svo ótrúlega dýnamík og ég tek undir að með þér að maður líka að læra mér finnst ég læra á hverju einasta ári ekki síður heldur en einhvern veginn að þroskast sem kennari og ótrúlega fjölbreyttur hópur og svona samhendur og það eiginlega það sem mér finnst eiginlega skemmtilegast að fara í vinnuna. Ég tek undir með mér fannst net svona í kringum COVID var svona netkennslan hún reyndi, fannst mér allt öðruvís á okkur og þetta svona skapa svona námssamfélagi í hverju kennslustund og einhvern tímann sagði ég þegar ég var búin að ég er ekki Zoom-kennari, ég er búin að fatta það af því að þetta svona þessi nálega og dýnamík með fólki það sem að skiptir mig miklu máli. Alveg hreint. En nú af því að nú situm við í sófanum hjá Samfés. Hver finnst það vera svona samlegðar áhrif? Hvar skarast námsbreyt í tónlist- og félagsmálafræðum og okkar svona vettvangur með vettvangi Samfés? Ég held að mjög, fyrst kannski námið sprettur úr því að leggja áherslu á börn og ungt fólk það svona grunnurinn svo byrjum við strax upp að leggja áherslu á tómstundir aldraða og það var mjög það var farsæl ákvörðun og nú erum við að taka aðeins betur út á milliskeiðið frá 25 til 65 eða eitthvað svona þannig að ég held að og þar alveg þá verður starfsvettvangurinn víður en ef við tölum við komum inn með áhugamálið þar sem að og þá hverfa oft aldurs mörkin þannig að ég held að við hefum líka alltaf annars slæði og það líka í starfi Samfés að vera meðvitað það að við erum sumt sem við getum gert og sagt að þetta bara opið fyrir alla það sem við erum að gera saman en ekki aldurinn en ég held að sé mörg mál sem að hvað maður segja tengja okkur en líka við þurfum að vinna saman að Samfés með þá stöðu á Íslandi að vera þjóðþekkt það orðið alvöru vörumerki menn vita hvað það stendur fyrir gæði, markviss starf það nær allt land og það hefur sýnt sköpun og frumkvæði og ég held að við eigum að nýta þá birtu til þess að efla okkur mér finnst við eigum að auka samstarfið eitthvað og Samfés meira inn og þræða þetta saman vettvang og eins og við höfum alltaf lagt mikla áherslu á tengslu vettvang en ég held að við stefnan áfram sé bara enn meiri svo hefur við svona álitamál sem við erum alltaf að glíma við það
starf fyrir og með börnum ungu fólki og svo okkar fagmennska og það og við höfum félag fólks í frítímaþjónustu sem hefur verið svona farvegur fyrir þann en ég held að sama þurfum við að skerpa á því og það sem ég á í svona praktísku samingi að sá faghópur sem útskrifast á háskóla að það hann hafi sterkari opinberlega viðurkennda stöð í samfélaginu hvort sem það svo þróun sem á sér staðar víða tónlist- og félagsmálafræðingar eru að vinna í skólanum sem slíkir það þarf að taka þá þróun og rammana betur inn líka í samfélaginu sumir hafa kallað þetta eitthvað svona lögvendun það getur verið ein leið en ég held að það sé verkefni sem við erum að vinna saman að og svo bara kannski mikilvægast í þessu öllu þetta verður að vera gaman og mér finnst þetta gaman að koma hingað í morgun þú veist, og lappar inn í eitthvað sem hérna og sumulítið væri draumurum minn að við myndum bara tósa þetta nær okkur að við farum nær þessu þannig að við værum í vinnunni að hittast einhvern veginn svona bara hérna það var alltaf, þegar ég var í Æskulsa þá dreymdi mig einhvers konar að við myndum bræða þetta saman við sem erum að vinna í háskóla værum í reglu samnýtti við alla þá sem erum að vinna á Æskulisvettvanginu og vettvangurinn hefur náttúrulega skipt okkur máli líka bara fyrir þróun námsins þetta samtal og ég held að við viljum fá gagnrýni við viljum fá ábendingu, hvað getum við gert betur og líka þeir að gera þetta vel haldið því áfram akkurat en hvað finnst þér vera svona samstarf samfélags háskólinn hvernig námsbrautin hvað hérna ef við erum að horfa aðeins inn í framtíðina ég held að það skipti alveg svona lykil máli inn í námsbraut sem að af því að kannski það sem að einkennandi fyrir menntavísindasvið sem við tilheyrum innan háskólans að það þessi sko við erum ekki bara grúski fræðum heldur erum við líka undirbúið fólk undir fagvettvanginn og það sem hefur verið mjög sterkt finnst mér í náminu hjá okkur að við erum með fólk sem jafnvel í vinnu út á vettvangi á sama tíma þannig það gerist þetta samtal í gegnum námskeiðin þá virt samtal í rauninni við erum svona með óformlega fulltrúa vettvangsins inn í náminu okkar og það finnst mér hafa skilað sér vel en ég alveg sammála með það að við þyrftum kannski líka að huga að svona umgjörðum það hvernig sko háskólinn talar við vettvang og svona búa til þennan samráðsflöt fyrir utan náttúrulega þessi fallegi rauði litur þetta náttúrulega einkennislitur menntavísindasviðs þannig að hérna minnst vera svona þetta algjörlega tengt sko já minnst þetta hérna og það eitt af þessum þráðum þegar þú nefnir þetta sem ég hef alltaf verið hugfangin að og það að formgera eitthvað koma einhverju fyrirkomulega á hlutina og annars vegar þegar ég segi við erum berast fyrir það að ég komið á fóti einhvers konar námi og hvernig getum við búið til eitthvað svona samstarf sem eitthvað að þróast það sé gerjun og degli eins og bara með plúsina þessar hugmyndir sem að þar eru til grundvallar og eitthvað sem við erum að þróa í háskóla þannig að háskólinn verði og vettvangur einhvern veginn nýti krafta sína til að búa til eitthvað saman og við erum búin að sjá svona aukna gæða vinnu á vettvangi viðmiðum gæðastarf og svona en svo líka það hættur líka í þessu því með ofmiklu skipulagi og ofmikið formgerð þá missum við eitthvað þetta svo húðin, missi tegjalegan sinn hérna, já, ég held að ég bæði það geti jaðarhópanum við getum mist frá okkur að því við erum á struktúrerið eða eitthvað við tökum ekki sjensa við förum ekki út í verkefni sem hugsalega mistakast það er svo æðislegt að læra því en líka bara líf barna og ungmenna að vera alltaf skipulegur og skipulegur og mitt rannsóknarsvið útivera og útivist og útinám og ég að sjá það að tími barna úti að minnka meðan að því við erum með svo skipulagt starf og þetta skipulega starf vill svo til að það meira innan úti og
og ég held að sé alls konar spenna og kvíði, við erum að stjórna mikið, þannig að ég held að þessi umræða okkar við forvarnagildi tómstundastarfs og börn eiga að vera í skipulegu tómstundastarfi og eitthvað svona, það er ákveðin hætta í því og fagmennska okkar, en Jón Torfi kallar þetta klemmur Rousseaus, sem er eitthvað að því við erum fagmenn þá þurfum við að vera með svo gott skipulag á öllum hlutunum. En stundum er bara það að hafa flæði, hafa svona, hvernig orðar maður þetta, vera sveigjanlegur, gera eitthvað sem þú hefur tilfinningu fyrir, en ekki alveg, veist ekki hvert þú ert að fara. En heldur að við þurfum ekki líka kannski aðeins að velta, af því nú eru til dæmis rannsóknir á frítíma og viðfangsefnum og ekki bara barna og ungmenna, heldur líka bara fólks almennt á Íslandi, það er ekkert hillumetrarnir til af því. Nei. En ég kannski sé líka svona sóknarfærin okkar að með vettvangi, hvað viljum við vita frítímastarf barna? Ekki endilega bara tölur, heldur líka kannski bara svona merkingu og inntak og þannig það geti líka verið svona spennandi vettvangur. Og talandi rannsóknir, þá eru við nú með íslenskar æskunarsrannsóknir. Það er árlega ráðstefnu hjá okkur. Já. 8. mars. Já. Og þá eru við að pæla í hvert er förinni heitið. Og nú er að koma fram í stefna í æskulismálum. Akkurat. Og það er alltaf meðal annars að varða það hvaða leiðir getum við farið til þess að tryggja þeirri stefnu framgang. Akkurat. Og við erum að kalla fram sjónum með fagvettvangsins. Og leið það kom til dæmis hugmyndin eigum við að búa til að þú getur panta rannsókn eins og panta pizzu. Ég vil fá svona deg og ég vil fá þetta áleggstegundir og þá verður til þetta er rannsókn sem er mest mikið þessi gerð og það gæti verið grunnnemar eða meistaranemar sem gæti farið að vinna að skoða. Það var ekki til þess að kalla fram þessar sögur eins og segir eitthvað sem að gagnaðist eða þannig ég held að já. Spennandi. Já. Vonumst til að sjá sem flest á íslenskum æskulisrannsóknum. Já, og núna náttúrulega líka eru sá tími ársins sem við erum að fara að ungt fólk er að sjá ég ætla að fara að pæla í hvaða námi ég ætla í. Já. Og þá hvetjum við okkur til að heimsækja og pæli okkur. Það má hafa samband. Það má ræða við okkur sem hefur verið í náminu. Akkurat. Og og svo eigum við náttúrulega þessa af því oft er heimasíða háskólanum svona svo dolti stór en lénið okkar tómstund.hi.is sem að við börðumst fyrir að fá inn aftur eftir að heimasíðu kerfi háskólanum svo stokkaðu. Þar er í rauninni auðvelt að fara inn. En líka endilega hafa samband, er það ekki? Jú. Við tökum alltaf símtölum utan og bæði fagnandi. Já. Og tölupost. Og Facebook skilabóð. Já. Og svo má kannski lokið þakka fyrir þetta framtak að fá okkur með sófan. Dásanlegt. Já, fór vel okkur hérna í sófanum. Yndislegt og gott dæmi framsýni samfélags. Mér finnst það. Áfram samfélags. Takk fyrir okkur. Bye bye. Gott að hitta í sófanum. Sömuleiðis.